Ég heiti Friðrik Már Baldursson og ég formaður verkefnisstjórnar samráðsvettvangs aukna hagsæld. Og ég ætla að fara aðeins yfir það hvaða markmið 3,5% hagvöxt felur í sér. Það eru ýmsar spurningar sem vakna. Er þetta raunhæft markmið? Er þetta raunhæft markmið? Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til þess að við náum þessu markmiði og hvernig vaxa þá einstakir geirar hagkerfisins. Nú, ef við veltum aðeins fyrir okkur hvort þetta sé raunhæft fyrst, að þá byggir þetta í raun á því að við náum að brúa það framleiðni og fjárfestingabil sem að er á milli Íslands og nágrannaríkjanna. Framleiðni á Íslandi, hún var 20% lægri heldur en í nágrannaríkjunum árið 2010. Það var minna fjármagn að baki framleiðslunum líka á Íslandi heldur en í nágrannaríkjum. Ef við myndum ná að brúa þetta bil, þá myndi það bæta það bil 1,1% við hagvaxtarspá sem OECD er með fyrir nágrannaríkin okkar á næsta áratugum sem er 1,5%. Og þar með myndum við ná þessu markmiði 2,6% á mann og 3,5% í heild. Nú þetta þýðir að landsframleiðslan á Íslandi að hún eykst mikið á næstu 20 árum, hún tvöfaldast og það gerist að verulegu leyti í gegnum aukningu framleiðni og vöxt fjármagns. Það munar töluvert miklu á því hvaða markmið við erum að setja okkur og því sem að OECD spáir fyrir Ísland. Og þessi munur sem er 1,1% ári, þetta hljómar kannski ekki mikið, en þegar honum er safnað saman yfir 20 ár eða svo, að þá eykst hann og endar í að vera 700 milljarðar króna á hverju einasta ári í tekjum og það má líta þetta sem glataðar tekjur ef við náum ekki markmiðum okkar. Þessi sviðsmynd, hún byggir eins og áðursagði á því við náum að brúa framleiðni bilið. Það er kannski stærsti einstaki þátturinn. Að við aukum fjárfestingu og aukum fjármagnið sem við leggjum í framleiðsluna. Og það vissulega eykst vinnuafli líka, en 80% af hagvaxtarframlaginu má rekja til fjármagns og framleiðni. Nú, Ísland hefur ýmsa styrkleika og einn af okkar styrkleikum er hagstæð aldurssamsetning. Og við gerum ráð fyrir því þessari spá okkar eða þessu markmiði að vinnuafl aukist svipað og mannfjölgunin eða mannfjöldi eða 0,9% á ári og það er hagstæð aldurssamsetning í Íslendinga sem styður við þá forsendu og gerir okkur í raun auðveldara en vika að ná markmiðum okkar. Ef við lítum til fjárfestingarinnar að þá þarf hún að aukast verulega. Fjárfesting núna er mjög lág. Hún er ekki nema 14% af landsframleiðslu á ári. Það er rétt dugir fyrir afskriftum sem er 13% af landsframleiðslu. Þannig að við náum varla, við rétt náum að koma í veg fyrir að fjármagnsstofnun minnki.
ef við lítum til sögunar að þá fjárfestu Íslendingar 21% af landsframleiðslu árið 1998-2012 og það ber að hafa í huga að þarna inni eru suma stærstu fjárfestingaverkefnum Íslandssögunar. Til þess að ná markmiðum okkar, til þess að bæða brúa fjárfestingabilið og síðan að láta fjármuni í landinu vaksa jafn hratt og framleiðsluna, að þá þurfum við að fjárfesta 25% af landsframleiðslu á ári. Þannig að við erum ekki bara að tala að auka verulega þá fjárfestingu sem í landinu núna, heldur að fjárfesta meira heldur en gert hefur verið á undanförnum áratugum. Nú þetta er kannski ein svona björt hlið á því að vera með slaka framleiðni eins og Ísland með. Það 20% bil sem við þurfum að brúa. Og ljósipunkturinn í því sá að þetta gefur okkur tækifæri. Það ekki hægt að sjá neinar efnislegar ástæður fyrir því hversna Ísland á ekki geta náð sömu framleiðni og á Norðurlöndum. Þannig að þessi forsenda að brúa þetta bil, hún liggur að baki að töluverðu leyti að baki þessari sviðsmynd og þessu markmiðum 3,5% hagvöxt á ári. Og þarna tækifæri og við ættum að vera í góðri stöðu til að geta náð þessu markmiði. Það eru áhrifaþættir þarna sem að eru mikilvægir, tæknistig, menntunarstig og sömuleiðis samkeppnisumhverfi og hversu hagkerfið opið og innviðir og tengingar landsins líka. Við búum vel á sumum sviðum, annars staðar erum við kannski ekki eins sterk eins og til dæmis í samkeppnisumhverfi og opnun hagkerfisins, en við getum bætt úr. Nú, til að hagvöxtur sé sjálfbær, til að við getum látið hagkerfið vaksa á þess að hlaða upp skuldum, að þá þarf útflutningur að sjálfsögðu að vaksa með sama hraða og landsframleiðsla. Þannig að útflutningur þarf að vaksa 3,5% ári rétt eins og landsframleiðslan. Og þá spyr maður sig náttúrulega strax hvaðan á þessi vöxtur að koma. Það má segja að þarna sé ákveðin áskorun. Það núna þannig að svokallaðar auðlindagreinar, það að segja sjávarútvegur, orkutengd framleiðsla og ferðaþjónusta, það standa baki 75% af útflutningi í dag. En vegna þess að þessar greinar eru háðar ákveðnum takmörkunum, það að segja þær byggja á takmörkuðum náttúruauðlindum sem að ekki hægt að nýta eða auka nýtingu á endalaust, að þá erfitt að sjá fyrir sér að þessar greinar geti vaxið eins hratt eins og við erum að gera ráð fyrir að útflutningur geri í heild. Og þar á leiðir að aðrar greinar sem ekki byggja sérstaklega á náttúruauðlindum, og við höfum kallað þetta alþjóðageirann, það að segja framleiðsla á vörum og þjónustu til útflutnings, sem ekki byggir á náttúruauðlindum, að það þarf að vaxa töluvert hraðar heldur en hinnar. Þannig að við erum að gera ráð fyrir því að þessar greinar, að þeirra umfang þrefaldist á þessum tíma, á meðan að náttúruauðlindagreinarnar vaxa hægar. Við gerum ráð fyrir að sjávarútvegur aukist minnst 30% og orkutengd framleiðsla 120%, sem auðvitað býsna mikið. Þarna göngum við út frá rammaáætlun í orkumálum og ferðaþjónustuna þarna á milli.
þessar greinar, náttúruauðlindagreinarnar, verða eftir sem áður meirihlutin af útflutningi þótt að alþjóðageirinn vaxi þetta hratt og verða rúm 60% eftir sem áður. En vægi alþjóðageirans í samsetningu hagkerfisins þarf hins vegar að aukast til að þessi markmið gangi upp. Það augljóst. Hvort heldur litið til landsframleiðslunnar, vinnuaflsins og eða fjármagnsins, þá þarf þessi geiri að vaxa. En þetta ekki tölur, þessar tölur sem við sjáum hér til dæmis hlutdeild í landsframleiðslu frá 13 í 18% eða í vinnuafli frá 15 í 19%. Nú eða í fjármagni frá 9 í 10%, að þetta ekki einhverjar tölur sem að eru óraunhæfar, þetta ekki einhvers konar draumsýn sem ekki hægt að ná. Og þetta líka nokkuð sem hefur verið gert annars staðar. Ef við lítum til Svíþjóðar, að þá sýnir þeirra reynsla að þetta getur gerst. Svíar hafa byggt sinn hagvöxt að verulegu leyti á vexti alþjóðageirans á undanförnum áratugum. Frá árinu 1993 að þá hefur hagvöxtur í Svíþjóð verið 2,8% að jafnaði og á meðan í Evrópu hefur hann verið 2,2%. Og munurinn byggir alfarið á alþjóðageiranum sem hefur vaxið hraðar á meðan að aðrar greinar eða þættir hagkerfisins hafa í raun dregist lítið aftur úr eða vaxið hægar heldur en að jafnaði í Evrópu. Nú, við viljum ekki bara hafa hagvöxt, við viljum hafa sjálfbæran hagvöxt og við viljum hafa stöðugan hagvöxt. Og hvað þýðir þetta? Jú, ef við lítum til stöðuleikans, þá þýðir þetta bæði stöðuleika inn á við og út á við. Þetta þýðir stöðugt efnahagsumhverfi, stöðugt verðlag og jafnan hagvöxt sem skapar fyrirsjáanleika í rekstri fyrirtækja og hins opinbera og raunar byggir þar með undir hagvöxt, áframhaldandi hagvöxt. Og þetta það sem að þjóðhagsramma verkefnisstjórnarinnar ætlað að stuðla að. Nú svo það ytra jafnvægið, það þýðir að við höfum jafnvægi á utanríkisviðskiptum og raunverulega lækkum þar með erlendar skuldir sem hlutfall af landsframleiðslu. Og það þýðir auðvitað það að lykilforsendan sú að útflutningsgreinarnar vaxi í takti við hagkerfið í heild. Nú, þessar forsendur sem við erum að gefa okkur vöxt einstakra geira hagkerfisins gengur út frá sjálfbærni. Við erum að gera ráð fyrir því að orkuauðlindirnar verði nýttar í samræmi við markmiðssetningu þar að segja rammaáætlun, að sjávarauðlindir verði nýttar á sjálfbæran hátt og sömuleiðis að við stuðlum að því að landið sem við nýtum í tengslu við ferðamannaiðnaðinn, að það sé nýtt á sjálfbæran og umhverfisvænan hátt. Og þetta strangt skilyrði sem við höfum haft til hliðsjónar í mótun tillagninga. Nú, þessi markmið þau munu eingöngu nást með verulegum breytingum á öllum sviðum hagkerfisins. Þessi markmið okkar, þau eru metnaðarfull, það þarf mikið til. Það þarf að hlúa vel að skilyrðum útflutningsgreinanna og það þarf að stuðla að stöðugleika og búa í haginn fyrir áframhaldandi
hagvöxt. Þessi markmið munu eingöngu nást ef verulega breytingar verða gerðar á öllum sviðum hagkerfisins. Þetta eru metnaðarfull markmið. Það er nauðsynlegt að hlúa að skilyrðum útflutningsgreinanna og stuðla að stöðugleika og fyrirsjáanleika í efnahagskerfinu til þess að ná þeim árangri sem að við stefnum að. Hagvaxtartillögurnar sem að verkefnisstjórnin lagði fyrir samráðsvettvang ná til allra geira hagkerfisins. Þær ná til opinberrar þjónustu, alþjóðageirans, auðlindageirans og innlendrar þjónustu. Þær eru svolítið misjafnar, eðlilega, því að eðlið þessara fjögurra geira er misjafnt. En allar miðar að því að ná aukinni skilvirkni og hagvexti á Íslandi. Til þess að búa í haginn fyrir alla þessa geira, að þá þarf ramminn, þá þarf almennt efnahagsumhverfi að vera í lagi. Þar eru þættir eins og fjármál hins opinbera, peningamálin, vinnumarkaðurinn og húsnæðismál. Þessa þætti er fjallað í þjóðhagsramma. Tillögur betri þjóðhagsramma sem að verkefnisstjórnin lagði fram.